Komdu sæl, kæra Meyja. Þá komið að spilunum þínum. Ég er hérna með 4 stokka sem ég ætla að draga úr. Ég er búin að stokka þá og gera þá klára. Og það er bara efsta spilið sem að ég dreg fyrir þig. Ég byrja á 2 efstu spilunum og tek síðan hinn 2 á eftir. Já, spilin þín kæra Meyja. Þau eru dálítið skemmtileg. Fyrst höfum við þennan aldagamla prest eða galdramann og síðan svona fallegt kaffi dömu brunchborð við hliðina. Skemmtilegar andstæður. En Melkísedek var prestur, ég veit ekki nákvæmlega hvernig ég á að þýða það á íslensku, Kananita prestur. Mig grunar að það sé einhvers konar þjóðflokkur og hann er sagður hafa kennt Abraham. Hann hefur tengingar við erkiengilinn Mikael og við Jesú í mörgum gömlum andlegum skrifum. Ok, hann er talinn vera einn af afkomendum Nóa úr Biblíunni, Nóa og syndaflóðinu og er svona, já, mikill galdramaður. Það er hægt að kalla á hann til að hjálpa manni að efnisgera eða manifesta hluti og að skilja andlega flókin mál. Það sem að spilið er að segja þér í raun og veru kæra Meyja er það að þú ert að virkja lögmálið aðdráttaraflið eða aðdráttaraflslögmálið. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað ég á að kalla það. Þú ert sem sagt að draga að þér fólk, atburði, aðstæður í lífinu sem að einhver ástæða er fyrir. Og að sama skapi ertu að losa þig við það sem að ekki þjónar þér eða þú þarft ekki á að halda. Þannig að það er sterk orka í kringu þig þar sem að þú ert svolítið að draga til þín þar sem þú þarft. Ef þú ert ekki sátt, kæra Meyja, við það sem er að koma til þín og þá er bara að gera að breyta hugsunarhættinum, breyta orkuflæðinu þínu. En gamla máltækið hérna líkur sæki líkan heim á við hér. Þú dregur að þér það sem þú gefur frá þér. Ok. Og dömuboðið hérna, sem ég vil kalla svo, það fjallar að degra við sjálfa þig. Kæra Meyja, ef að einhver á það skilið þá ert það þú. Þú ert mjög góð í að degra við aðra, mjög góð í að láta öðrum líða vel, gefa öðrum gjafir. Þú gleymir stundum sjálfur þér. Mundu að degra við sjálfa þig líka og ef þú vill ert að draga að þér eitthvað gott inn í líf þitt eða einhvern sem að mun degra við þig. Þetta sjálfsdekur kemur eða virkar best því meira sem þú elskar sjálfa þig, því meira sem þú tekur sjálfa þig í sátt. Og ef þú tekur sjálfa þig í sátt og ferð að geisla þeirri orku út, þá dregur að þér aðra
og aðstæður þar sem er sátt og aðra sem eru sáttir við sig líka. Þannig að þetta er svolítið svona spegilorka, skulum við segja, sem er í gangi. Ok, þá ætla ég að taka næstu 2 spil. Meyjan mín góða, hér er erkiengill sem heitir Haniel og silfurliturinn mjög áberandi á þessu spili. Þetta er einhvers konar gyðju orka. Þetta er líka orka þeirra sem eru andlega næmir og skyggnir og þessi orka kemur til vegna þess hversu stolt þú ert af sjálfur þér og því sem að þér hefur tekist að áorka. Þessi spil tala saman í fullkomnu samræmi sem er svo skemmtilegt þegar það gerist og með því að vera í þessari sjálfsástar orku, skulum við segja, þá myndaru andlegar tengingar sem að má segja séu heilagar eða afskaplega sterkar. Og þetta hjálpar þér að taka á móti öllu sem er verið að senda þér hér. Að taka á móti opnum örmum því sem að almættið telur þig eiga skilið og telur þig þurfa á að halda. Um leið og þú ert tilbúin að geisla frá þér þessari fallegu gyðju orku sem að hér er sýnd, færðu þig sama á móti. Hér stendur: á hverjum degi verður auðveldara að taka við æðsta planinu sem almættið ætlar mér og að treysta á mína innri leiðsögn. Þetta er alveg mögnuð spil og það er mikið sjálfstæði sem að kemur hér með þessari orku. Þú, kæra Meyja, ert líklega í þannig aðstæðum núna að þú í raun og veru þarft ekki á neinum að halda eða neinu. Þannig að það sem að kemur inn í lífið þitt á næstunni er eingöngu það sem þú vilt að komi og það sem getur gert lífið þitt betra eða ríkara. Það er besta orkan sem hægt er að vera í þessu jarðlífi og kemur hérna fram í þessu silfurspili. Ég bara verð að óska til hamingju með þetta, kæra Meyja. Ótrúlega jákvæð og falleg spil. Gangi bara sem allra best. Ljós og kærleikur til þín.